Jæja, það eru allir mættir og tími kominn, þannig að ég segi 61. fund hreppsnefndar Rangárþings ytra á þessu kjörtímabili sem er enda 13. Býð ykkur velkomin til fundar. Að venju þá byrjum við á því að sveitarstjóri og oddviti gera grein fyrir verkefnum frá síðasta fundi sveitarstjóra. Og gefa sveitarstjóra orðið. Já, takk fyrir oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Og það er á sig að það sé allt komið á fullt í vorverkum hjá þjónustumiðstöð. Við Guðmundur Ingi funduðum með forseta Ferðafélags Íslands 23. apríl. Nú formaður Flugmálafélags Íslands kom til mín og vildi ræða helluflugvöll og hugsanlegt samstarf við sveitarfélagið að koma þessu flugi meira á í svona, já, gera það sýnilegra og vilja vera í meira samstarf við sveitarfélagið og þetta er eitthvað sem að ég sagði honum að hann yrði bara að taka upp svo við nýja sveitarstjórn. Og ég sótti aðalfund veiðifélags Hróarslækjar og fundir voru haldnir með öllu forstöðumönnum bæði hér á Hellu og upp á Laugalandi sem hafa farið á Laugalandi yfir reikninga stofnananna þar. Nú, ég og Birgir fórum á fund til Reykjavíkur og hittum forstjóra og starfsmann Íbúðalánasjóðs út af þeim íbúðum sem eru hér á Hellu eða í sveitarfélaginu, það er ekki bara hér á Hellu. Íbúðalánasjóður á eignir hérna víða sveitarfélagið og það var ákveðið að þeir myndu svona einhenda sér í að kortleggja þessar eignir og koma þeim í meiri auglýsingu heldur en að verið hefur. Nú og svo var undirritað núna í fyrradag samningurinn við skotveiðifélagið refaveiðarnar og það er náttúrulega verið að veiða ref og ég á eftir að ná í hann Elimar, ég hef ekki náð í hann ennþá og eins Ármann í Vellisholti til þess að ræða við þá samskonar samning. Þessi samningur er í rauninni algjör tímamót. Ég held að ekkert sveitarfélag hafi gert svona samning áður og ég bind miklar vonir við að þetta muni ganga vel. Nú annað held ég að hafi nú ekkert verið svona neitt sérstakt, það er bara náttúrulega eins og bara gerist á hverjum degi, það er fullt af hringingum og heimsóknum sem ekkert verða ræddar hér. Takk fyrir. Já, takk. Þið eru einhverja fyrirspurnir til sveitarstjóra. Anna María Björnsson. Má ég, oddviti, aðeins að spyrja út í þetta með Íbúðalánasjóð. Koma í auglýsingu, er það til leigu eða ætlaðir að fara að selja eða hvað ætlaðir að? Það er aðallega til sölu. Við ræddum líka leigumálin við þá, þeir vildu lítið ræða leigumálin. En þetta er allt undir, já það er bara allavega, ég ætlaði að kortleggja þetta betur, fara yfir allar eignirnar og kortleggja þetta betur og hafa svo samband við mig núna mjög fljótlega. Þetta var ágætur fundur og var held ég bara mjög gott að við skildum fara og hitta þá og fara yfir þessi mál. Þetta er mjög vont að eiga, eða það sé Íbúðalánasjóður skuli eiga mikið af húsum hér og eignum og meðan er bara hér á allar dyr því að vantar húsnæði. En allavega þá held ég að þessi fundur hafi verið betra að hann var en ekki. Takk. Fleiri? Guðfinna Björnsson. Já, þetta er svona kannski, já, fyrirspurn. Það ég hef aðeins fengið ábendingar það eða athugasemdir að það er auglýsing núna í Búkollu á vegum sorpstöðvar hreinsunarátak í sveitarfélaginu og fólk er svona að mótmæla þessari tímasetningu sem sagt frá 5. maí til 25. maí sem að það koma gámar og svona það er spurning hvort það er hægt að hlýra þessu til eitthvað. Því að 5. maí til 25. maí það er mest að gera í bæði sauðburði í sveitunum
Það er allir að vinna flög og svo náttúrulega setja niður kartöflur. Það er áður komið ábending frá, sem sagt, einnig frá þeim sem eru í kartöflunum að það kemst enginn. Þetta er svona, það rímar ekki alveg leiða þegar verður að tala að það er að hafa snyrtilegt, að þá er hreinsunar átæki á þeim tíma sem bara er ekkert hægt að komast í þetta. Það er spurning hvort að það væri hægt að sveitarstjóri geti farið fram á það að breyta þessu. Til dæmis strax betra miðjan júní. Það er þá sem að er búið til að setja niður kartöflur, búið að vinna flög og svona þetta bara sauðburður og annað og kartöflur, það er allt á fullu núna. Já, ég á mörguleið tekið undir þetta og spurning hvort að sveitarstjóri getur ekki tekið að sér að ræða þetta við þjónustuaðilana og svo stöðuna. Hugsanlega teygja aðeins á þessum tíma og eitthvað svolítið fram í júní fyrir dag allavega. Ég skal bara gera það, ég bara hef samband við formann sorpstöðvarinnar og við vorum búin að, sveitarfélögin voru öll búin að samþykkja þetta dagatal og ég sé það líka við að þurfum að hafa forstöðumann þjónustumiðstöðvar með í þessari ákvörðun líka þannig að það er alveg sjálfsagt að reyna að hnika þessu eitthvað til. Látum við reyna það. Takk. Fleiri? Svo er ekki, þá ætla ég að nefna örfá atriði. Það er þessi fundur með forseta Ferðafélags Íslands, Ólaf Arnar, sem að sveitarstjóri nefndi. Ólafur Örn kom fyrir hönd stjórnar Ferðafélagsins og út af deiliskipulagsmálum í landmannalögum, þannig að ég fari nú aðeins ofan í svona efnisatriði. Hann sagði okkur að innan stjórnar Ferðafélagsins væri miklar áhyggjur af því að þau væri að upplifa aftur Hveravalla dæmið, eins og hann orðaði það. Þar sem að Ferðafélaginu var raunverulega bara eitt til hliðar. Eða allavega náðist ekki nein samstaða milli Ferðafélagsins og sveitarfélagsins framtíðar músíkina þar, þannig að Ferðafélagið vék með sitt af því svæði og einhverjir innan stjórnar eða ákveðna aðilar innan stjórnar Ferðafélagsins eru óttaslegnir það og vísa þá til þess að rammaskipulag var samþykkt þar sem að lögð er áhersla á sólvanginn inn í landmannalögum og það er auðvitað, Ferðafélagið á þarna gríðarlega mikið undir. Þetta er auðvitað margra áratuga uppbygging hjá Ferðafélaginu. Þetta er einn af þeirra helstu tekjustofnum og þau eru sem sagt á tánum gagnvart því að það sé þarna eitthvað að fara forgörðum sem að þeim snýr. Nú við lýstum því nú yfir að við hefðum nú í öllri vinnu að þessu máli fram að þessu og ég vona Steindór hafi nú þá sögu líka að segja. Við höfum í stýrihópnum margoft nefnt Ferðafélagið og þeirra stöðu innan þessa máls og að það megi ekki ganga þannig að það sé engin aðkoma þeirra að málinu fyrir en bara þá að lokast í það sem almenns aðila. Það þarf að hafa eitthvað samráð en það er auðvitað ekki hægt að gera Ferðafélagið að aðila innan stjórnsýslunar hvað þetta varðar. Sjálfsagt að þeir séu tilnefndir sem aðili sem að þarna á sér langa sögu og mikilla hagsmuni geta. Þetta var nú svona innihaldið í þeim fundi og hann lauk bara á þessum nótum. Þannig að vonandi skila sér síðan bara áfram. Nú við Guðfinna og Oddviti Álista, við vorum hérna í tvígang og hittum starfsmenn á skrifstofu að tali og það kemur betur fram síðar
En þau viðtöl voru ágætt og það var í sjálfu sér ágættis vinna í því. Nú stýrihópurinn vegna væntanlegra samkeppni deiliskipulag í landmannalögum kom saman og það var farið yfir þau mál og það fundargerð og hugmyndafræði sem að stýrihópurinn hefur komið sér saman er og eftir á fundinum. Og ég vona að við náum saman að feta þá slóð. Ég satt aðalfund félags- og skólaþjónustu Rangárvall og Vestur-Skaftafellssýslu sem var hefðbundinn að öllu leyti en þar komu fram mjög merkilegar upplýsingar þar frá forstöðumanni þeirra stofnunar málafjölda sem að svona sérstaklega til að tilgreina sérstaklega. Komið auðvitað margt athyglisvert fram á þessum fundi. En þó eitt sem að við ræddum heilmikið og var nú alveg sérstök kynning á og það þessi málafjöldi sem að félagsþjónustan hefur tekið fyrir og mælingin snýr að því að þau hafa vikulega samráðsfundi og mælingin á því hvað mikill fjöldi mála tekinn fyrir. Það ekki endilega mál sem að fá svo einhverja frekari meðferð eða eru endilega í alveg beinharðri vinnslu hjá viðkomandi starfsmönnum en samt mál sem að koma inn, eru nefnd og eru að einhverju leyti rædd. Og það kom fram að þessi málafjöldi hefur á ákveðnu stuttu tímabili meira en sjöfaldast. Þetta auðvitað verulega athyglisvert og leið svolítið áhyggjuefni hvað getur verið í gangi. Og það var lögð áhersla á það og Ásgeir Magnússon til dæmis sveitarstjóri í Mýrdalshreppi tók undir að mjög nauðsynlegt væri að greina þennan málafjölda. Bæði hvað var í gangi áður, til dæmis 2011 og 2012 og hvað í gangi núna. Hvar koma þessi mál hvaða málefni snúast. Það mjög áreiðandi fyrir sveitarstjórnirnar að þetta sé greint þannig að sveitarstjórnirnar geti áttað sig á hvaða þróun í gangi. Eru einhver ákveðin knýjandi vandamál uppi á einhverjum svæðum innan þessa starfsvæði sem frá Þjórsá austur að Lómagnúpi sem að huga þar sérstaklega eða hvað reyndar kom fram frá Katrínu, félagsmálastjóra, að hún teldi að allavega einhver hluti þessu aukninga mætti rekja til meiri sýnileika þessara þjónustu. Og það kann vel að vera að það sé ein ástæða. Og getur vel verið að þetta sé bara af hinu góða. Það sé þá bara verið að sinna meira málefnum sem að íbúarnir standa frammi fyrir og þarf að skoða. Það þarf ekki endilega að vera allt sér stór mál. Það getur verið einhver einföld ráðgjöf einföldum málum. Í mörgum tilfellum, kannski meiri hluta tilfella, en þetta þarf samt að skoða og greina. Og þetta var nú svona það helsta sem ég ætlaði að nefna að þessu sinni. Orðið lust, fyrirspurnir. Ef svo ekki, þá göngum við til dagskrá, en áður en að við byrjum á útsendir í dagskrá, þá vil ég leita eftir því hvort það athugasemdir við fundarboðið á dagskrá. Svo verðist ekki vera, en ég með eina tillögu að breytingu á dagskránni. Legg til að nýr liður bætist við sem 13. liður, og það fundarboð vegna aðalfundar GHR eða Golfklúbb Sellu Rangárvallar, og að núverandi 13. liður verði 14. liður. Orðið laust. Getið þið fallist á að þessi liður bætist við sem geta fallist á það er samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til dagskrár og